Við sitjum hér enn, séra Geir Waage og ég, Halldór Gunnarsson, og ætlum að taka spjall dálítið leyndarmál sem ég held að þjóðin viti ekki um. Við Geir tölum oft saman í síma og þá segir hann mér heimsfréttirnar sem heyrast nú ekki hér á Íslandi. Og mér virðist hann vera bara inn á öllum helstu miðlum sem næst eru þeim vettfangi þar sem þessi ósköp að gerast, sem ekkert minna en 2 stórstyrjaldir. Og mér finnst nauðsynlegt Geir að ég fá að spyrja þig dálítið þetta þannig að aðrir fá að heyra. Hvað að gerast í dag í heiminum? Já, svo heimsmynd sem við ólumst upp við og þekkjum best að velta Þessi svokölluðu vesturveldi, hver sem þau nú eru eða hafa verið, þau eru að missa fótana algjörlega. Og aðgerðir Bandaríkjamanna núna upp á síðkasti, sérstaklega eftir að Trump komst til valda í Bandaríkjunum, virðast vera mikill hvati til þess að flýta þeim breytingum sem áður voru aðeins farnar að gera vart við sig. Það að segja, Bandaríki, Norður-Ameríku og Evrópa að verulegu leyti, þetta gamla Atlantshafssamstarf, það að bila algjörlega og ástæðan fyrir því að það að bila að Bandaríkin hafa staðið í stríði, annars vegar í Úkraínu við Rússa og hins vegar í Miðausturlöndum, það að segja við Íran. Fyrra stríði sem ég nefndi, Úkraínustríði, byrjaði árið 2014 með því að Bandaríkjamenn stóðu að stjórnarbyltingu í Kænugarði. Og það eru til upptökur af því þegar að fulltrúi Bandaríkjastjórnar hældi sér af því við sendiherrann í Kænugarði þá að það hafi ekki kostað nema 5 milljarða bandaríkjadala að koma byltingunni á í Úkraínu, koma löglega kjörnum forseta frá völdum og hrifsa völdin og síðan hefur staðið stríð milli NATO-ríkjana. Bandaríkin eru 60-70-80% af NATO. Þau eru með 70% af öllum kostnaði og eru eina NATO-ríkið sem hefur haft herbúnaði á að skipa til þess að standa í svona stórri styrjöld. En þetta stríð í Úkraínu hefur aldrei verið bein átök NATO-ríkjana og Rússa, heldur það sem kallað á ensku proxy war, það að segja NATO-ríkin hafa beitt Úkraínu fyrir sig í átökunum við Rússana. 2014 og framundi 2020 byggðu NATO upp mjög öflugan her í Úkraínu og sá her var margfalt stærri eða fjölmennari heldur en sá her sem Rússar svo sendu inn í Úkraínu í byrjun árs 2022 og fengust þá við NATO-her sem var 4-5-falt fjölmennari og búið NATO-búnaði og NATO-vopnum að öllu leyti. Rússar möluðu niður þann her á næsta árinu, það að segja 2022, meira og minna. Þá var byggður upp annar NATO-her, skipaður Úkrænumönnum en vopnaður með NATO-vopnum og NATO-búnaði og kostaður af Bandaríkjunum og NATO. Þeim her var í rólegheitum einnig eitt og nú geta menn deilt það hvort að Úkraína á 3. eða 4. hernum sem að NATO byggði upp, en hann kominn að fótum fram, þessi úkraínski her sem nú Og þegar það liggur fyrir að Rússar ætla ekki að gefa sig með sínar kröfur, Bandaríkin eru að segja sig æ meira frá hernaðinum í Úkraínu og hann lendir æ meira á Evrópuþjóðunum, að þá má ætla að þessu stríði í Úkraínu muni ljúka á næstu, bjartsýnir menn segja á þessu ári, ég hef ekki trú á því, ég held að það taki 2 ár.
eða geti tekið alltaf 2 ár að því stríði ljúki, en það er alveg augljóst hvernig því lýkur. Því lýkur með ósigri NATO-herjana á blóðvellinum í Úkraínu. Ef að Bandaríkjamenn draga allan sinn stuðning við Úkraínu tilbaka og nú er búið að leggja fram fjárlega frumvarp í Bandaríkjónum fyrir næsta ár og það er ekki eyrir, ekki dollar til stuðnings við Úkraínu þar. Þeir vísa til þess að ef að Evrópuþjóðirnar vilji halda þessu áfram þá sé það þeirra mál hvernig þeir gera það. Og þá komum við að öðru. Býtum við áður og aðeins ferði yfir þetta, þú ert að tala með alveg nýjum hætti, Geir. Þetta sjónarhorn hefur ekki komið fram eins og þú ert að sitja fram. Mér finnst endilega líka vanta í samkomulagið og sem var svikið við varðandi Úkraínu og hvernig Bretar koma því, þú kemur aðeins inn á það sem ég manna þú settir mig inn í á sínum tíma en síðan yfir til dagsins í dag þá höfum við nú ekki alveg verið sáttir Trump, þannig að ég vil aðeins láta þennan ágreining á milli okkar Trump koma fram áður og ferð í styrjöldina sem er núna með þeim háska þegar Trump í dag er að hóta kjarnorkuárás á Íran. Að þú segir mér aðeins, eða segir okkur frá þessu samkomulagi sem að svikið var búið að ná. Já, sko, þau eru mörg samkomulagin sem hafa verið svikin. Þegar að stríðið byrjaði í kjölfar stjórnarbyltingarinnar 2014 í Úkraínu. Þá var það úkraínski herinn sem að skaut stöðugt á borgir í Austur-Úkraínu, sérstaklega á Donetsk-borg, en héruðin Donetsk og Luhansk, þau voru með heimastjórn, eins og reyndar Krímskaginn var með heimastjórn líka. Krímverjar tóku strax ákvörðun það að segja skilið við Úkraínu og það gerðu þeir í kosningu, í almennum kosningum, þar sem að þjóðin var spyrð það hvort þú vilji heldur tilheyra Úkraínu eða Rússlandi. Já, já. Og yfir 90% þeirra sem kusu og kosningaþátttaka var mjög mikil og kosningunum var fylgt eftir af hálfu eftirlitsaðila bæði frá Sameinuðu þjóðunum og öðrum aðilum. Þannig að þetta var kosning sem ekki var ekki verður véfengd. Þannig að Krímskagi sagði sig úr ríkjasambandinu við Úkraínu. Það gerðu reyndar Donetsk og Luhansk héruð líka og fengu þá yfir sig stórskotahríð á hverjum einasta degi frá úkraínska hernum. Á tímabilinu 2014 til 2020 féllu þúsundir óbreyttra borgara í Donetsk og Luhansk héraði, sérstaklega í Donetsk. Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið út tölur að þetta séu rúmlega 14.000 manns. Aðrir hafa gefið út hærri tölur upp í 20.000 manns og þá ég bara að tala tímabilið frá 2014 til 2022. Þar til það stríð sem nú stendur hófst eða magnaðist með innrás Rússa í Úkraínu eða henni sértæku hernaðaraðgerð eins og Rússar kalla afskipti sín í Úkraínu. Menn ráða hvað orðir hafa yfir þetta. Rússar komu heimavarnarliði Luhansk og Donetsk til hjálpar. Bæði aðalega með því að vopna þá og svo með því að senda þeim sjálfboðaliða eða hermenn. Og strax árið 2014-15 þá komst Úkraínu her í þá miklu kreppu. Þetta nota bene áður en NATO fer að byggja upp herinn í Úkraínu. Þetta gamli úkraínski herinn. Þá komust þeir í þá kreppu að þeir snéru sér til Merkel sem var kanslari Þýskalands og báðu hana sem hafði á þeim tíma gott samband við Putin, Rússlandsforseta, að gangast fyrir vopnahléi svo hægt vera að semja. Og Putin var undir eins til í það og leysti úkraínska herinn úr herkví á Austurvígstöðunum þarna. Og í framhaldi af því fóru fram samningar í Hvíta-Rússlandi
það eru samningarnir í Minsk sem ég að tala um. Ég að byggja það. Fyrst 2014 og svo 2015 og þegar að lokið var þessum Minsk samningum þá var því samkomulagi sem þar var gert, við skulum kalla það þinglýst, það að segja að það var staðfest af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, þetta friðarsamkomulag í Minsk og Frakkar, Þjóðverjar, tóku ábyrgð á því að framfylgja því. Það var hins vegar aldrei gert. Stríðið blossaði upp að nýju, fljótlega nokkrum vikum eftir að það gengi frá þessu samkomulagi og það voru Úkraínumenn sem að stóðu fyrir því. Og 2021 í desembermánuði þá upplýsti frú Merkel það og François Hollande, fyrrverandi forseti Frakkland sem að þau voru ábyrg fyrir þessi samningur héldi, upplýstu það líka að það hefði aldrei staðið til af hálfu Frakka og Þjóðverja að þetta samkomulag héldi. Það hafi bara verið gert til þess að eignast svigrúm fyrir úkraínska herinn til að ná sér og byggja sig upp svo að þeir gætu tekið Rússana í gegn. Þetta liggur fyrir. Þegar að þetta stríð sem að blossaði svo upp að nýju 2022 í febrúar, 24. febrúar minnum við að hafi gerst, þá var strax leitað samninga á milli Úkraínumanna og Rússa og þeir hittust í Istanbul og það tók ekki nema fá eina dag að ganga frá samkomulagi svo langt að samninganefndirnar voru búin að setja stafina sína á samningsdrauginn þegar að Boris nokkur Johnson, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, var sendur austur til þess að ónýta það samkomulag og honum tókst það bærilega vel. Því að síðan hefur stríðið staðið með miklum mannfalli og eyðileggingu. Nú það svo að þú nefndir Trump, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, Joe Biden, átti mjög eindregna aðild að þessum ófriði í Úkraínu alla tíð, enda hafði hann talsvert mikilla hagsmuna að gæta. Eins og kom í ljós þegar að tölva sonar hans komst í hendurnar á lögregluyfirvöldum í Bandaríkjunum sem að reyndar leyndu innihaldi tölvunar býsna lengi en leið og Trump komst í valda þá flaug það allt hvað var á tölvunni. Joe Biden með öðrum orðum var ekki alveg hagsmunalaus í Úkraínu. Sonur hans var þar í stjórnarmaður í stærsta orkufyrirtæki landsins sem heitir Burisma og þáði fyrir það gríðarlegar greiðslur, bæði mánaðarlega og eins árlega og faðir hans, Bandaríkjaforseti, sem hafði verið varaforseti Bandaríkjanna á tímabili áður en að hann varð forseti, var beinn aðili að málum í Úkraínu. Hann til dæmis hældi sér af því í sjónvarpsviðtali vestur í Bandaríkjunum að hann hefði komið því til leiðar á sínum tíma að ríkissaksóknari í Úkraínu var rekinn. Hann var í erindum bandarískra stjórnvalda í Úkraínu sem varaforseti og fór fram á það við stjórnvöld þar að segja byltingarstjórnina, að ríkissaksóknarinn sem var einmitt að rannsaka Burisma og þar með auðvitað þátt forsetasonarins í verulegri spillingu í kringum Burisma. Joe Biden krafðist þess að saksóknarinn yrði rekinn og ef hann yrði ekki rekinn samdægurs þá sæi hann til þess að Úkrænustjórn fengi ekki þá fjármuni sem að hann var kominn til Úkraínu til að tilkynna stjórnvöldum þar að þeir fengju. En hann sagði að ef að þeir ekki rækju saksóknarann og það áður en að hann færi í loftið heim á leið kvöldið, þá fengju þeir ekki eyri af ríkisstyrknum bandaríska. Og hann sagði orðrétt í sjónvarpsviðtali heima í Bandaríkjunum þegar hann hældi sér að þessu: I got the son of a bitch fired. Ég lét reka tíkarsoninn. Hann hældi sér af því.
Joe Biden stóð fyrir verulegri auðgunarstarfsemi, skulum við kalla það, í Úkraínu, fyrir sig, son sinn og fjölskylduna. Því að ég held að sé talsvert til í því sem að Trump hefur sagt Biden þegar hann talaði the Biden crime family, Biden glæpa fjölskylduna. En sjálfur hefur hann ekki reynst neitt eftirbátur þeirrar fjölskyldu í auðgunar umsvifum bæði í Úkraínu og þó einkum og sér í lagi í Arabaheiminum. Þannig að aðkoma Bandaríkjamanna að stríðinu í Úkraínu og einnig í stríðinu í Íran með ólíkindum. Og þá ég að tala forystumenn bandaríska samfélagsins. Ég held að þetta stríð í Úkraínu, ég vona að því ljúki sem fyrst en ég á ekki von á því að Evrópuþjóðirnar halda áfram að kynda undir. Það nýjasta í því það að þeir eru núna, margir Evrópumenn að framleiða. Byrta þess, af því að ég sé fyrir mér að við verðum að hafa tvo þætti þessar styrjaldir og við komumstum ekki við nema fyrri hlutan í þessu samtali okkar. Ég vil endilega að áður en þú ferði alveg í stöðuna í þessu stríði að þú komir aðeins inn á aðgerðirnar þegar olíuleiðslan stóra var sprengt og hvaða þýðingu það hafði og hverju gerði það. Það mjög ljóslifandi mynd úr sjónvarpi sem að ég og fleiri hafa aðdraganda þess að þessi leiðsla var sprengt. Þetta eru 2 nýjar leiðslur og svo þriðja gömul sem að leiddi gas frá Rússlandi til Norður-Þýskalands. Og Bandaríkjamenn höfðu lagt mjög að Þjóðverjum að hætta gaskaupum af Rússum. Þeir ættu að kaupa gas af Bandaríkjamönnum í staðinn. Sem að eðli málsins samkvæmt miklu dýrara því að það LNG-gas samþjappað gas sem flutt með skipum yfir hafið. En gasið rússneska var náttúrugas sem var leitt bara í leiðslum beint í Þýskalands til evrópsks iðnaðar. Því að frá Þýskalandi verða þetta leitt allar jarðir, söður og austur og vestur. Já. Þjóðverjar höfðu lítið tekið undir, fannst Bandaríkjamönnum, kröfur þeirra að þeir segðu upp þessari gasverslun við Rússa. Og í þessu viðtali sem ég var að vísa til, þá segir Joe Biden Bandaríkjaforseti að þeir muni taka fyrir þessa gasafhendingu Rússana leiðslurnar í Eystrasaltinu. Og blaðakona sem var á blaðamannafundinum, nota bene Schulz, kanslari Þýskalands, stóð við hliðina á Bandaríkjaforseta þegar hann sagði þessi orð. Spurði, hvernig getið þið tekið fyrir þessa gasverslun Rússa við Þjóðverja, þið eigið ekki leiðslurnar. Leiðslurnar í eigu evrópskra fyrirtækja og Rússa. Hvernig getið þið skrúað fyrir gasið frá Rússlandi? Við höfum aðgerðir til þess, sagði Joe Biden. Við munum gera það. Og þegar hún hváði aftur og spurði hvernig ætlaði að gera það, við höfum okkar aðferðir, segir Joe Biden, og Þýskalandskanslari stóð eins og hver annar guðsvolaður vesalingur við hliðina á honum og sagði ekki orð. Fáeinum dögum seinna voru leiðslurnar sprengdar. Nokkrum vikum eftir að þær voru sprengdar skrifaði Hersh, frægur bandarískur blaðamaður, grein það hverjir hefðu staðið að verki þarna og kenndi það Bandaríkjamönnum sjálfum, þar að segja bandarísku stjórnvöldum, og taldi að Norðmenn hefðu komið þar við sögu líka, veitt aðstoð við að sprengja leiðslurnar. Og hann var ekki einn þetta vegna þess að núverandi utanríkisráðherra Póllands birti blogg í
fyrir sjónum alheimsins daginn eftir að leiðslurnar voru sprengdar og sagði Thank you USA, takk fyrir Bandaríkin. Þessi maður heitir Sikorski og hann kvæntur konu sem heitir Anna Applebaum og hún hátt sett í bandaríska stjórnkerfinu og á sæti í think tanks vestur í Bandaríkjunum. Það eru áhrifamiklar stofnanir sem hafa áhrif á mótun stjórnmála afstöðu Bandaríkjana og það segir sitt þessa konu, Annu Applebaum, að hún bandarískur ríkisborgari. Ég veit ekki hvort hún pólskur ríkisborgari en ég veit að hún líka ísraelskur ríkisborgari. Og þar þriðja tengingin sem í þessum stríðum báðum. Augljósari og meiri auðvitað í stríðinu gegn Íran en einnig tengd í Úkraínu ófriðum. Gáum að því, menn veltaði fyrir sér hvernig stendur á því að Rússar hafa ekki tekið eindregnari afstöðu heldur en raun ber vitni til framferðis Ísraelsmanna í þeim styrjöldum sem þeir hafa háð, bæði við Gaza fólkið og Vesturbakka fólkið og Líbanon núna síðast. Af hverju hefur hann ekki tekið harðari afstöðu gegn Ísrael í þessum ófriði öllum? Það kann að vera hluti af skýringunni að af þessum 7-8 milljónum Ísraelsmanna sem að minnsta kosti í upphafi þessa árs sem við lifum núna voru einhvers staðar á milli 7-8 milljónir, eru það bil 3 milljónir ættaðar frá Rússlandi og Mið-Evrópu ríkjónum gömlu. Þessi síonistar sem ráða Ísrael, vissulega eru þeir gyðingar, hvað sem það nú þýðir, en þeir eru kynslóðum saman hafa þeir alið sinn aldur í Rússlandi og Mið-Evrópu. Séra Geir, ég geri mér grein fyrir því að við höfum engan veginn möguleika í þessu samtal okkar að klára leið þína í þessa styrjöld sem háð núna í Íran og þeim átökum sem bæði Bandaríkin og Ísrael og aðra þjóðir standi í en ég bara þakka þér fyrir að koma núna fram og opna þetta með þessum hætti sem mér finnst aðdáunarvert og til nauðsynlegt að við opnum á það því að þekking þín á þessum málum alveg sérstök. Þakka þér sér Halldór, ég ætla að fá að bæta við alveg í blálokin því sem að gerast núna, þessa dagana. Og það það að í staðinn fyrir það að láta sér nægja að senda hergögn til Úkraínu, þá hafa ýmis Evrópubandalagsríki verið að framleiða hergögn, núna upp á síðkasti dróna, sem þeir hafa ekki einungis sendt Úkrænumönnum til notkunar gegn Rússum, heldur hafa þeir beinlínis skotið þessum drónum frá Finnlandi, örugglega frá Íslandi og Lettlandi og Litáen jafnvel líka. Byrjunin var sú að þeir sendu dróna yfir Pólland, yfir Litáen, Lettland og Ísland og þaðan yfir flóan til þess að sprengja olíubirgðastöðvar og olíuframleiðslustöðvar Rússa í Rússlandi. Og í fyrradag lýsti Shoigu, yfirmaður rússneska herráðsins, yfir því að hann teldi að Rússar ættu ekki lengur að líða Evrópuþjóðunum þetta, heldur ættu þeir að sprengja upp framleiðslustaði þessara dróna í Evrópu og þeir eru í Þýskalandi, Frakklandi, Bandaríkjunum, Svíþjóð. Þeir ættu líka að sprengja upp skotstaðina sem eru í Finnlandi og Íslandi sérstaklega. Þetta það sem að blasir við núna í dag sem hvað, 21. apríl 2026. Já. Þannig að áður en við höldum áfram og tölum stríðin, gætu við verið komnir í Evrópustríð.
Og hvort það verður stríð milli NATO og Rússlands, ég efast það, en það gæti verið stríðsátök á milli einstakra Evrópuríkja og NATO. Þetta yrði felli ekki undir 5. grein NATO samningsins vegna þess að það eru einstaka Evrópuríki sem án samráðs við önnur NATO-ríki og alls ekki við Bandaríkin hafa staðið að þessum hernaðaraðgerðum gegn Rússlandi. Þannig að ég næsta viss það að Bandaríkin munu ekki vilja eiga neinn þátt í því andsvari sem gæti hugsanlega komið frá NATO-ríkjónum í Evrópu. Það gott að þú bættir þessu við því að það líka spurning til okkar, við á þessari leið með Evrópuþjóðunum þegar Bandaríkjamenn að draga sig út úr málum en það verður framhald á þessari umræðu því að við eigum eftir seinni hlutan og þessar upplýsingar sem þú hefur gefið hér eru með þeim ólíkindum að þó að ég hafi heyrt þig tala svona við mig í síma og ég heyri þig fara yfir þetta með þessum hætti, þá vil ég... Þá þér brugðið. Já, leið og mér brugðið, þá vil ég þakka þér. Sömuleiðis vinur. Ég hlakka til næsta samtals þessi alvarlegu mál og þekkingu þína á þessum málum sem hreint ótrúleg. Þakka þér fyrir.